stóra myndin í þessu þessi að við erum eins og síðast ári 2025 að þá var kostnaður okkar ríflega 5 milljarðar í losunarheimild í þess að þetta einu skiptist í þrennt þegar við tölum þessi umhverfisgjöld eða skatta. Já. Það svona þrennskonar sem að leggjast á okkur. Það í fyrsta lagi þetta sjálfbæra flugvéleldsneyti. Það gerir krafa að við tökum svona 2% af okkar eldsneyti sem sjálfbært flugvéleldsneyti. Já. Og það mjög lítið framboð á þessu eldsneyti og þar alveg verðið mjög hátt og það svona 3-4 dýrar heldur en venjulegt flugvéleldsneyti. Það svona nummer 1. Já, það fyrsti liðurinn. Annar liðurinn svokallar Corsia sem svona gildir ekki fyrir allan heiminn en svona víðar heldur en ETS og bandarísk flugfélög til dæmis inn í því í dag allavega og síðan það stærsti liðurinn sem sem að tengist Evrópu, ETS-ið. Það lang hæsta fjárhæðin og það eitthvað sem að við Íslendingar þurfum að taka mjög alvarlega og það það sem hefur mest verið í fréttum. Og Ísland hefur verið með, ég vil aldrei tala undanþágu, það verið að taka til sérstöðu Íslands og það gildi núna út þetta ár. Þannig að við erum að fá svona ákveðin kvóta, við þurfum að borga samt talsverða fjárhæðir eins og kemur fram í þessum 5 milljörðum. Og staðan svo bara við vitum ekki hvað tekur við eftir þetta ár og það bara liggur mjög á að það verði einhver fyrirsjáanleiki þessu og ég veit að stjórnvöld og við og erum í miklum samtölum við Evrópusambandið. En það mjög slæmt við náttúrulega farin að selja flugmiða inn á næsta ár og vita náttúrulega ekki hvernig þessi liður muni þróast. Það ekki góð stað að vera í og eins og segi þetta miklu stærra mál heldur en bara fyrir Icelandair, þetta fyrir íslenska þjóð og líka bara fyrir Evrópu. Það náttúrulega þannig að Evrópa hefur svolítið verið að svona setja á skatta og gjöld á atvinnugreinar og regluverk þungt og þannig að samkeppnishæfnin hefur við svona verið á hallandi fæti en sem betur fyrir eru ráðamenn í Evrópu búin að átta sig þessu og við hafa verið svona að tala að spóla tilbaka en það gengur frekar hægt.